Gervigreind sem verndar auðkenni fólks fyrir óprúttnum aðilum prufukærð þessa dagana hér á Íslandi. Íslenskt hugvit kemur í veg fyrir að andlit fólks sé nýtt í gervigreindar myndböndum. Bjarki Sigurðsson. Svissneska fyrirtækið Humanitech og íslenska tæknifyrirtækið Videntifier vinna saman að gervigreindinni Humanitech Guardian sem verndar auðkenni einstaklinga á netinu. Verkefnið var nýlega kynnt hér á landi og verður prufukeyrt á íslenskum markaði næstu vikur. Forstjóri Humanitech segir gervigreind færa mannkyninu margt gott, þó það þurfi að hafa varan á. Personally, I'm quite concerned that there are some risks with AI. And in particular, of course, it relates to deepfakes or knowing what is true and what is not. Fólk hleður myndum af sér inn í gervigreindina og hún býr til dulkóðun út frá einkennum myndana. Veraldarvefurinn svo skannaður út frá þessum einkennum og fólk fær tilbaka lista yfir staði þar sem myndir og myndbönd af þeim gætu leynst. Sé þar efni sem fólk hafði ekki gefið leyfi fyrir eða jafnvel verið framleitt af gervigreind gefnar leiðbeiningar hvernig eigi að láta fjarlægja efnið. The zeitgeist right now is deepfakes of any form, right? We saw OpenAI launch Sora 2 last week, and just with an image of an individual, you can create very authentic images or videos. Framkvæmdastjóri íslenska fyrirtækisins segir íslenskt hugvit gera þessa vörn gegn auðkennisstjórnaði mögulega. Það gaman að fá að vinna með svona framúrskarandi tækni eins og þessi tvö fyrirtæki að setja hérna saman við að leysa vandamál sem í raun og veru óleyst og óleysanlegt í dag. Það ákveðið forréttindi fyrir okkur á Íslandi að fá að vera fyrstu þáttakendur í þessu, en það bæði vegna þess hversu tæknilega öflug við erum hér á Íslandi, viljug til að prófa nýja hluti, en leið þá höfum við þessa ríku skyldu og ábyrgð hérna og við skiljum það hér á Íslandi að það þarf að vernda persóna, það þarf að vernda einstaklingana.